Ég segi þá fund í bæjarstjórn settan, þetta er fundur nummer 3446 og fyrir okkur liggur dagskrá í 10 liðum. Fyrsti liður á dagskrá er fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar, gjaldskrár og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér er lagður fram fyrsti liður í fundargerð bæjarráðs dagsins 7. desember 2018 en þar er lögð fram tillaga gjaldskrá Akureyrarbæjar 2019. Bæjarráð samþykkti framlaga gjaldskrá og leggur hana fram hér og vísar hún til afgreiðslu bæjarstjórnar. Svona aðeins bara að gjaldskráni, hún er náttúrulega viðamikil og eitt af því sem við höfum þegar gert er að við erum búin að samþykkja gjaldskrá Hlíðarfjalls. En svona heilt yfir þá er gjaldskráin að hækka 3% á mörgum liðum og það var lagt upp með það að hækka hana almennt 3% sem var í samræmi við verðlagsþróun. Það síðan var svona í ráðurum var þetta útfært. Sums staðar eru hækkanir meira þegar þetta eru einhverjar krónutölur sem er erfitt að rúna af en svona heilt yfir þá erum við að tala 3% hækkun á gjaldskrá sem er í samræmi við það sem lagt var með í bæjarsráði og við gerð fjárhagsramma. Þetta er hér lagt fram til umræðu og samþykktar. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu og orðið er laust. Til næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara rétt aðeins að koma inn upp að því að ég ræddi það í bæjarráði á sín tíma þegar við samþykktum gjaldskrá fyrir Hlíðarfjall. Að þá er þannig að ef þú kaupir 4 kort saman að þá færðu afslátt en það kemur hvergi fram að þegar þú kaupir 2 fullorðinskort og 2 barnakort að þá fáir líka þennan afslátt. Þannig að það er ekkert allir sem vita af því. Ég óska eftir því að þessu væri komið inn í ráðið og ég vona að þessi komið þangað. Ég sé allavega að þetta er ekki komið inn á heimasíðu Hlíðarfjalls þar sem það ætti heima. Þegar ég er núna inn á heimasíðu Hlíðarfjalls og þar eru fjölskyldutilboð og þar eru einungis nefndir að þú getur fengið 2 upp í 8 daga fyrir fjölskylduna en það kemur ekki fram með vetrarkortið að það sé hægt að kaupa það á fjölskyldutilboði. Þannig að ég bara vildi nýta tækifærið og vona að þessu verði komið þannig til skila að það birtist þeim sem er að kaupa kortin. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu og ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórn og gefa mér orðið. Já, bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir tekur til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar varðandi fyrirspurn eða þessa ábendingu bæjarfulltrúi Evu Hrundar þá get ég upplýst það allavega að þegar ég fór upp í fjall nú helgina að það stendur skýrstöðum að þetta er hægt og þetta var tekið fyrir og þetta er í gjaldskráni þar að segja að þú getur verið með 2 fullorðna og 2 börn og þá fá fullorðnir sama afslátt og ef það verður 4 fullorðnir. Þannig að þetta er komið í gagnið, þetta sé ekki komið á heimasíðuna, það eru bara á eftir að koma þar inn. En bæjarbúar geta þá treyst því að þetta er svona hugsað sem fjölskyldukort. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og ég færi hana aftur stjórn fundarins. Já, og orðið er laust. Það sem fleiri hafa ekki kveðið sér ljós, þá þeir sem geta samþykkt framlaga gjaldskrár gefur merki. Það eru 10, ég vil biðja ykkur aftur 10, þeir sem eru á móti. Það er 1. Takk fyrir það.